Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinum, aldeilis hlýr og fallegur dagur og maður í skyrtunni, það engin jakki núna því að það of heitt að vera í jakka eða peysu. En með mér Laufey Líndal, sæl og blessuð. Komdu sæl, Þú ert nú aðeins meira klædd en ég. Já, ég var að koma utan sko. Já, þér ekkert heitt? Ekkert, bara mátulega sko. Þú klæðir að þér hittan eins og pabbi. Já, sennilega sko. Já, mér líka alltaf kalt. Nú þér alltaf kalt. Já. Pabbi var í ull sko 365 daga á ári. Já. Og klæddi af sér hitan eða kuldan, bara eftir því sem við átti. Já. Sá enga ástæðu til þess að breyta sínum fatastíl, hvort sem það var 30 stiga hiti eða 30 stiga frost. Það alltaf mikil vinna að vera að breyta til sko. Já, einmitt. Já. En það nú gaman að hafa þetta veður. Það yndislegt veður úti sko. Já. Ég bara alveg tek undir það. Ég elska sól sko. Ég elska hita. Já, einmitt. En já, og sannlega búið að vera svona öðruvísi að mæta fólki. Við erum brosandi og glöð og bjarsýn á degi sem þessum. Íslendingar eru mjög fljótir að verða glaðir þegar sólin lætur sjá sig sko. Einmitt. Ertu búin að fá þér ís? Nei. Ég fekk mér ís. Jógúrtís. Já. Bara við miðjan dag. Já. Eitthvað sem maður ekki vanur að gera. Nei, akkurat. Lifa hættulega í sólskininu. Já. Einmitt, ekki fá sólsting samt sko. Nei. En Seðlabankinn, hann lifir líka hættulega. Hann nú ekkert að hugsa það að gleðja skulduga Íslendinga. Nei. Hann ekki að kaupa sér vinsaldir. Nei. Hvernig var þið við í morgun þegar þú sást að whoops, they did it again? Sko ég reyndar ekki með fasteigналán, ég leigjandi. Já. En ég veit samt að þetta náttúrulega seitlar út í allt verðlag, þannig að þetta eru náttúrulega aldrei góðar fréttir fyrir neitt okkar sko. Nei. En já. Og það voða mikið vitni til þess að við sem komum með bestu laun í heimi og eitthvað svona og við séum bara svo mikil forréttinda þjóð Íslendingar. Já, það bara versta við þolum bara ofur háa vexti og allt svona. Það versta að við lifum líka við eitt hæsta matarverð og verð á hlutum sko, þannig að verðalag, ætlaði ég að segja. Og 1/3 í þínum sporum að vera á leigumarkað. Einmitt. Já, akkurat. Og það voða lítið talað þá. Já, allavega frekar lítið. Já. Allavega, sko, já, einmitt, við erum ekki með það fer ekki allt og mikið fyrir okkur í umræðinni, sko. Nei. Ég hef verið hissa á fjölmiðla umfjöllun þessa stýrivaxtahækkun í morgun. Mér finnst bara, ég verð bara að segja það upphátt. Mér finnst þessir svokölluðu meginstraums fjölmiðlar okkar, Ríkisútvarpið, Vísir, MBL. Það bara eins og sé ekkert bein í nefinu á okkar fréttafólki sem með aðgengi sko að þeim sem að taka þessar stóru umdeildu ákvarðanir. Það bara einhver svona halleluja kóri í kringum þetta sko, Ég mjög hugsi yfir því hvað fjölmiðlunar að verða deig gagnvart sko valdinu þar sem það mest og þykkast á degi sem þessum. Já, það ekki mikið gagnrýnar raddir allavega sko. Allavega ekki meginstraumnum sko. Nei. Það svona svolítið að éta upp eftir hvor eftir öðrum sko. Þannig að þetta En þá komum við til skjallana. Þótt það sé gott veður í dag og þótt margir fái sér ís og brosi framan í sólina. Þá ætlum við að vera við ætlum að vera gagnrýnin og við ætlum að enda þáttinn á því að í dag að maður sem að hún Ásdís Olsen ræddi við í síðustu viku Sævar Síselski og Geirfinnsmálið. Akkurat, ákaflega áhugavert viðtal. Já, hún ræðir aftur við hann í dag. Jón Ármann heitir hann. Já. Og hann greinir frá þeim viðbrögðum sem að hafa orðið síðan hann í rauninni kallaði Valtý bara til leiks aftur. Akkurat, hann skoraði á hann. Skoraði á hann. Að kæra sig, það ekki? Jú. Minnir það. Og náttúrulega mjög sláandi upplýsingar að Sævar hafi verið misnotaður og svona sko. Einmitt. Og en Ásdís sem sagt með framhald á þessu máli. Já. Svo kemur hún Lóa Hjálmtýsdóttir, myndlistarkona. Já. Þekkir þú hana? Já. Ég fylgi henni á samfélagsmiðlum og hef mikið gaman að. Einmitt. Hún getur verið mjög bæði skemmtileg og líka bara beitt. Já, hún býr fyndnar bækur stundum. Já, yndislegar teikningar.
En henni líst ekkit allt og vel á þessi stjórnarskipti sem að verða hérna í sveitarfélögum eftir kosningarnar. Skiljanlega. Já. Og hún nú hérna líkleg til þess að segja sitt hvað sko minnihlutahópa og svona þá sem eru jaðarsetta og það eru margir að velta því fyrir sér. Dóttir mín 15 ára gömul, hún spurði mig í gærkvöld hvort ég héldi að það yrði verra að vera brúnn á litinn og samkynhneigður og svona í kjölfari hérna kosningaúrslitana. Ég skil það bara mæta vel. Já. Við erum á sömu línu hérna. Já, einmitt. Þetta er áhyggjuefni, sko. Já, þér finnst það? Já. Og ég hef fyrst við vorum að ræða húsnæðismálin áðan, þá hef ég miklar áhyggjur af húsnæðismálum núna. Já. Hvort að það verði dregið tilbaka þessi áform óhagnaðardrifna uppbyggingu. Já. Til dæmis í Reykjavík. Já. Og fleira. Það er viðbúið. Já. Ég hef miklar áhyggjur af því. Og miklar áhyggjur af því. Já. Síðan er eitt fréttamál sem er alveg stór dularfullt og það er það er spurningin hvort lögreglan hefði kveikt í geðveikum manni, sko. Einmitt, ég hef búin að lesa svolítið um það. Já. Það var þetta er skelfilegt mál. Þetta er skelfilegt. Já. Bara galopnar blæðandi spurningar. Já. Sem lögreglan reynir að hilma yfir og er þegar búin að taka afstöðu allt að verið í lagi á sama tíma og senda þarna erindi til rannsóknarnefndar. Já. Og hann kemur hann Grímur Atlason, formaður Geðhjálpar. Já. Og hefur mjög margt áhugavert að segja. Já. Fordóma. Já. Í aðstæðum sem þessum. Já. Og honum líst ekkert á þetta mál. Nei, ég bara trúi því. Ég hef sjálf einmitt hlustað á frásagnir frá til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum. Já. Þar sem einmitt fólk í einhverju geðrænu ástandi hefur einmitt verið annarkvort drepið eða stórskaðað af lögreglu í ákveðnum aðstæðum, sko, þar sem hefði kannski átt að fara varlegar. Einmitt. En það verður forvitnilegt að heyra hvað Grímur hefur að segja. Það er náttúrulega mjög góður talsmaður Einmitt. Og ég get glatt með því, Laufey, að því þú varst að segja að það heyrðist svona lítið í þínum hópi. Og við ætlum að byrja þáttinn á að heyra í formanni Leigjendasamtakanna, Ingva Ómari Sigrúnarsyni, sem ætlar sérstaklega að bregðast við vaxtahækkun dagsins. Og hann lýsir miklum vonbrigðum með hana. Já. Og talar svolítið með öðrum hætti heldur en margir aðrir í dag. Akkurat, það er öðruvísi áhyggjur heldur en þeir sem eru með fasteignalán til dæmis hafa, vegna þess að þetta bitnar náttúrulega alltaf á leigjendum. Já. Og þið hafið mjög veika rödd og það fyrir mjög lítið fyrir ykkur. Já. Og ég var að viðurkenna það þegar hann sagði mér að væri næstu í þriði hver sem að væri á leigumarkaði. Er það svona margir? Við vorum miklu færri. Já, einmitt. Já, það eru ég finn sérstaklega til með þeim sem eru í ótryggri leigu á hennum frjálsa markaði, sko. Það er náttúrulega alltaf miklu verri staða. Einmitt. Þannig já. Akkurat. En þetta er bara, ég bara hlakka til að heyra í Ingva. Já. Hvað hann hefur að segja. Og takk fyrir komuna, Laufey. Og öllum viðmælandunum. Takk fyrir komuna. Og þakka ykkur hlustendur fyrir að vera okkur tryggir og styðja okkur með áskriftum eða fjárframlagi í gegnum samstöðin.is. Þar er gamli góði áskriftarhnappurinn fyrir þá sem hafa ekki ennþá hrundið því í verk að slást í hóp okkar stuðningsfólks, og takk fyrir að deila okkar efni og takk fyrir að tala vel um okkur og takk fyrir að hvetja okkur með alls konar hætti. Það munar ykkur. Við erum stöð í ykkar eigu að segja má. Haldið einmitt áfram að styrkja samstöðun og við höldum þá áfram að búa til efni fyrir ykkur. Eins og þið heyrið þá er spennandi dagskrá hér framundan. Eftir andartak ekki fara langt. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræmdamælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgun verða hlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is, og hafðu samband.
Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákveði í morgun að hækka vexti en ferðina 0,25% og rökstyður það meðal annars með því að við séum farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem eru óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meira og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann komin hingað formaður leigjenda samtakana sem kannski með annan vinkil. Vertu velkomin. Sællunur og takk fyrir að bjóða mér. Já, gaman að fá þig. Ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurðarson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gagnrýni umræðu þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski hélt? Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu. Já, sko. Og það líka þessi vingill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna. Já. Og ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira sko og ég hugsa stundum þarf það að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám. Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafinn. Skilurðu mig? Já. Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaðslögmálin gildi ekki á leigumarkaðnum af því að það eru 100 manns að sækja hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana. Þannig að nei leigjandans og þeir bara skiljið ekki. Nei, markaðslögmálin gildi alltaf. Þú veist, þetta sambarlegt með seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala þetta höfrungarhlaup. Já. En í hverju felst þetta höfrungarhlaup? Já. Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu, þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu síðustu árin. Og ég hef átt fundið til með forsvarsmönnum atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum. Já. Og þeir voru sammála það væri mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofra húsnæðiskostnaðinn. Já. Þannig að þetta höfrungarhlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það. Nei. Þetta snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði, fæði og klæði, skilur við. Já. Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott í þessu samfélagi og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru en þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott og en þinn skjólstæðingahópur leigjendur þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skítt. Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári, þá það ekki lengur húsnæðisverðið sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur 1/3 verðbólgunni í hverju mánuði verðhækkanir á leigu, eingöngu. Húsnæðisverðið í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil. Skilurðu?
Þannig að ég leigu sali, ég leigi litla einingu út, ég stór skuldugur íbúðar eigandi og með stökkbreytt íbúðarlán, einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa. Þannig að sko þetta samt tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko, en þú veist, við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúð að borga af henn og þarf að geta kofera lánin sín, en það náttúrulega alltaf eignamyndur sem á sér stað líka, en þess vegna erum við að leggja til breytingar á húsnæðisbótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir, fólk þarf að borga af háum lánum, þar að leiðandi væri sniðugt að fara að umbuna inn í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðin fyrir að hafa þessa hefðbundnu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem og svo alveg verðt að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðir sem seljast ekki og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar og það eru fólk sem að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar það fer stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hópur orðið mjög stór. 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af. Þriðji hver einstaklingur. Já. Og það stórkostleg breyting Björn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru í leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu? Og aftur að þessari vitleysu í seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar ekki hægt að byggja íbúðir út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðin fyrir að reyna einhvern veginn að bregðast öðru þessu við. Af því að það líka annað vinkill á þessu sem svolítið athyglisverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúðir á Heklurétnum og við sjáum þetta líka með aðeinu svona nýbyggingaverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðirnar. Og þær eru ofta kaupaðar þegar það verið að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það er svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem þeir keyptu kannski á 700 milljónir, eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þú veist. Þetta fólki sem þarf að fara að tækla. Og það líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi Sjálfstæðis og Framsóknarflokks sem var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin vilyrði og við sjáum alveg það eitthvað að rætast í samvinnu við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt. Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir vaxtastefnu Seðlabankans, það hún Ásta Lóa. Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka í MBL eða eitthvað. Ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga. Já. Og það eitthvað sem að ég sammála með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur á óvart að það hafi allir til dæmis nefndarmenn stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðunum við steinin og nýta úrræði sem við getum sagt að hafi að sé takmarkað að því leyti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda, ekki satt? Já, og hvar endar þetta? Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúðir inn í þessa miklu þörf sem Já. Hvar endar þetta þegar við erum með
mörg þúsund íbúðir sem seljast ekki af því að byggingaverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta er ekki bara spurning um verðbólgu, þetta er líka spurning um aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna Finnbjörn frá ASÍ segi viðtali í Bylgjunni í morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Sko. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna af Íran. Þú skilur, orsakasamhengið þarna. Af því að þú veist, þetta eru utanaðkomandi þættir sem við höfum enga stjórn á. Það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það er búið að draga úr einkaneyslu. Það er ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhvers staðar annars staðar. Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með kortaveltuna sem að hefur, að manni skilst, fallið umtalsvert. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum, en nei. Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka. Það er alveg ljóst að þær koma inn. Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því. Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkrafa í hverju mánuði út af þessum mánaðarlegu vísitölutengingum sem er alveg séríslenskt fyrirbæri, en ég veit að Ragnar Þór ætlar að laga, en það verður ekki fyrr en í haust sem að frumvarp eru lagt fram. Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á, en þangað til komum við til að sjá þennan lið alltaf tekka inn í verðbólguna. Og maður hugsar sko, veist, má ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi. Þú veist, maður sér það reyndar eins og fjármálaráðherra Daði, hann fyrir hálfu ári þá tala hann að markaðurinn myndi leysa húsnæðiskreppuna, bara harður á því sem svona hægri maður. Núna er aðeins annað tónn. Maður finnur að þeir eru aðeins átta sig sko. Af því að þetta er eins og þau segja að víðsvegar í Evrópu að ef það er einhver einn markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá er það húsnæðismarkaðurinn. Af því þú getur myndað skort, þú getur setið á eignum, þú getur keypt upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við séum hérna á Íslandi. En sko hvernig, það er hérna Marino er komin hérna yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona, hefur eitthvað gerst undanfarið sem að eigur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum? Já, við eigum alveg von á því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta er maður sem að skilur verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánaðarlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bendum honum líka á mjög óeðlilega þróun á fastnamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðin, fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara leiguverð að hækka og síðan fylgir fastnaverð eftir. Þannig að það sem að verið er að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. þá átti að rétta hérna stöðu leigjenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurat við markaðsverðlegu og tók ekki inn heildarlögin. Og þar af leiðandi var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega, hér tíðkast bara þessir árlegu samningar, 13 mánaða samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðsleiga, á meðan í Danmörku sem dæmi, þá bara langtíma leiga alltaf, nema og sért með mjög ríkar ástæður, fara í námælendis eða eitthvað slíkt. Þar af leiðandi máttu setja markaðsverðið einu sinni og síðan hækkar það bara í vísitölu. Og það lausnin sem við sjáum vilja fyrir innan að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákvað viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið, þar sem að þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð og leigu sambærilegum íbúðum og það verðið og síðan er ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu, sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem er hérna kostnaðartenging leigu. Þess íbúður byggða fyrir 1991 þá miðar bara við kostnað og eðla framlegð. Af því að við erum að sjá húsnæði í mjög slæmu ásökumulagi leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar, bara ítrekkað. Bara verið að spila á neyðina? Já, það er eina sem gildir. Það er verðstöðullin, neyðin.
og við myndum vilja taka það inn líka, þannig að þá til dæmis eins og þú nefndi með þína leigu, sko, menn að nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað nú gömulega, hvað sem það er, en segjum sér svo að þú væri með eldri íbúð 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi, þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka. Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá Leigjendasamtökunum einhver sem að fara að tapa á því að leigja, því þá ertu bara að tapa af markaði í leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu, sem ég finnst mjög merkilegt skref, það er endurskoða leigutryggingar. Eins og í dag þá er þetta mikill frumskógur og mikill meirihluti mála fyrir úrskurðarnefnd, sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum. Það er alltaf verið að finna eitthvað að og svo framvegis. Á meðan það er alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar er eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkert við þegar er einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum. Hefur oft komið til svona mála? Alveg ótrúlega oft. Og við viljum breyta þessu. Við viljum láta, að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda á stórum fjárhæðum. Ég meina, það ertu að borga 400 skall í leigu og 3 mánaða tryggingu, þá er þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað, en leigusalinn er ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax. Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Þar af leiðandi ert þú í ákveðinni klemmu með að finna þenni í íbúð. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS, og það er alveg viljið til þess að skoða það, til þess að halda á þessum peningum fyrir alla leigusala. Og svo eru bara skýrmörk, þá er það 2 mánaða trygging fyrir leigugreiðslum, og ef þú ert ekki búin að borga leiguna þá sést það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningin. Og svo aðskiljum við vátryggingarhlutan á annan hátt, sko. Þannig að það er ýmislegt í farvatninu og það hins vegar á eftir að gerast, en við bara erum allan að jákvæða með því að það er hlustað á okkur núna. Þetta hljómar jákvætt. Þetta eru dæmiger vinstrimál sem þú ert að nefna. Þetta eru svona vinstri velferðarmál. Já. Það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusinn á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu. Nú vorum við að koma út úr sveitarstjórnarkosningum, það sem verður mikil hægri bylgja. Já. Og þegar ég er að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kosningar svona, akkur er svona mikil hægri sveifla, þá einmitt sko segja sumir eins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott. Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og, já, ég meina einhver fjöldi, það er fullt af fólki sem, ég lofa þér, fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag. Fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búðum, við veitum það. Þetta er bara andlitslaus og rattlítill hópur. Algjörlega, og við þurfum að lyfta honum upp, en þú talar um vinstri pólitík. Leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík. Hvað þá sósíalismi eins og sumir kalla það. Þetta er bara stjórntækin á leigumörkum sem er við líði af flestum löndum Evrópu. Þetta er bara, veist, til dæmis vinur minn, hann býr í miðborg Frankfurt. Hann leigir þar íbúið í stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegunum sammálaði. Og kom nefnilega annað leigjandi á hæðinni fyrir neðan til hans daginn og sagði ekki samþykkja, hann vill hækka leiguna, þá erum við góð. Þú veist, það er ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug. Það er bara á Íslandi sem það er í lagi. Þannig að þetta er bara, veist, bara hagstjórnartæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það er hægra eða vinstri stjórn. Já, en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem er verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag, þá hefur mér fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar, ef ég segja þér alveg eins og er. Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi, þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara að verða minni og minni. Já, nú veit ég ekki ekkur það en mér finnst þetta, veist, það er eins og menn set ekki hlutin í samhengi. Þú veist, það var frétt á RÚV held ég í gær sem segir að sko
að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar þeir fara frá landinu, varstu ánægð með peningana, hvað þú notaði peningana í Íslandi? Já. Og þeir sögðu bara nei. Sláandi breyting bara á milli ára. Akkurat. Næstu því tvöföldun þeirra sem eru ósáttir, telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir. Af hverju það? Það út af dýrtíð. Þetta hagnast ekki heildinni, þetta hagnast örfáum. Og fréttamenn, alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi. Ég segi oft þetta er spurningum tölfræði, alveg svo með, við erum bara 400 manna þjóð, við höfum bara ákveðið hlutfall að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku. Það alveg fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn, almennt mjög veikt. Þetta fólk ekki að hugsa hag almennings. Okkur hefur líka fækkað svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar. Já, svo fyrir Ríkisútvarpið. Já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar, bæði Vísir og MBL, þetta eigu öðmanna. Svo ertum við Ríkisútvarpið sem einhver hluta vegna stjórna að hörðum sjálfstæðismönnum, allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni. Við sáum það bara aðra kosningar. Þú meitir það þannig? Ég meita þannig alveg klárlega, Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var einhver maður sem var að fara að kveiki í sér og þeir skutu rabbis á hann. Kveiknaði í honum út af því, skils mér, og það ekki rætt á RÚV, en borgarstjóri eyði 30 krónum á korti og það allt vitlaust, skilur, þetta smá samingi, þú skilur. Þannig að það einhver halli, það svona lýðræðis halli á RÚV, bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100.000 manns. Aldrei talað við neitt frá leigjendasamböndunum í fréttum RÚV. Það bara gerist ekki. Við höfum farið aðeins á Rás 2 í síðdegisútvarpið, 8 góð samtöl, en aldrei hafa þeir talað við okkur. Þeir hafa talað við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi. Hvað ertu að segja? Þannig að almanna útvarpið bara sumramanna útvarp? Já, og áttum okkur því eitt af hverjum 3-4 heimilum á leigumarkað, þá þetta gríðarlega stór hópur sem þarf rödd, en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpið allra landsmanna. Það ljóst, Það ekki til að deilum það er bara alveg ljóst. Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, viss mér. Svo líka mjög skrítin þessi pólitík, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að vera sífellt að kalla til hagsmunaaðila sem að vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara hagað því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá. Og gagnrýna aldrei sjónarmið, andæf aldrei, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því. Ég hef reynt að bjóða honum hingað að þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilaboðum. Já, ég trúi því. En Ríkisútvarpið hefur sannarlega aðgengi að seðlabankastjóra. Og Ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi. Verður að vera gagnrýnin, meinar þú? Að sjálfsögðu, sjálfstætt og hrætt. En talandi akkurat aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þá fyrir svona cirka 2 árum þá var ég bara reiður þegar ég horfði á Þorsteinn Víglundsson sem að fyrir félagsmálaráðherra ef mann rétt frá Viðreisn og var þá forstjóri einhvern byggingafyrirtækis, BM Valla og eitthvað slíkt og hann kom í einhvern umræðu þátt hvort sem það var silfrið eða slíkt og var þar að kenna launafólki verðbólguna. Ítrekað. Eins og hefur heldur betur heyrst núna. Já, en á móti kemur hver á það ár, 2024 eða 2025, þá var 50% af verðbólgunni yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun og húsnæðisverði, sem náttúrulega meira en tvöföld á við laun síðustu 15 árum, sem ósjálfbært. En hann kom fram í nafni þess og þeir kynntu hann sem fyrir félagsmálaráðherra, ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins, sem rétt, skilurðu. Það algjör brandari. Algjör brandari, ég var bara reiður, ég skildi ekki hvað að þeim. Þú veist, hann var í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir megin þorra almennings launafólk í staðinn fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu. Veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækkar tvöfald á laun og svona lengur tímabili, veist, þegar 2 herbergja íbúð kostar 70-80 milljónir í dag en kostaði 7 milljónir, 6 milljónir aldamót, þá eitthvað að. Nákvæmlega. Þjóðhagslega, skilurðu. Nákvæmlega. Já, þetta nefnilega ákveðin vandi í svona árferði þurfu öflugt almannaútvarp og hér í gamla daga þá var almannaútvarpið, Ríkisútvarpið, það var mjög meðvitað mikilvægi þess
að lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu, en það svolítið eins og það bara hafi hrifist með sko einhverju bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir. Ég veit ekki hverju þetta situr en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðlana samanborið við einkareknu á málefnum leiðanda, þá er klart að Vísir og þeir standa sig best. Þeir standa sig betur. Miklu betur. Og MBL meira þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig fyrir síðustu kosningar, en það gekk ekki einhver hluta vegna, á meðan RÚV lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leyendur. Já. Sem mjög skrítið því þess að segja, þetta er stór hluti fólk sko. Já, og við erum bara í hagsmunabaráttu fyrir það fólk. Já. Og á þessum vaxtahækkunardögum bara eins og þau sjáu ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gagns og oft til miklu meira ógagns heldur en gagns sko. Já. Hvað eftir annað? Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun, þú þarft að vera bara, það er að vantið ákveði common sense, að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastnaverð og leiguverð er að valda svona stórum hluta af verðbólgunni, þá er það vandamáli. Það er ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða hvað sem það er sko. Þannig að akkur bregðast ekki við þeim vanda. Fara til þess að setja tómthúsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir, þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar. Akkur gera það ekki? Það myndi kippa þessu miklu betri lið. Setja leiguþak á, stöðva þessar sjálfvirku hækkanir á leigu sem magnum verðbólgunni í hverju mánuði. Það var eitthvað. Já. En ég þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar, Yngvi Ómar Sigurðarson, formaður leyendasamtakana. Ég óska þér og þínum allsins besta. Takk. Og af því að þú varst nú að minnast á lögreglu sem kveikti mögulega í manneskju. Já. Þá ætlum við einmitt góðir hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og hellti yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og enginn veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssanna sem að kviknaði í manninum. Hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem tók þetta allt saman upp á síma, að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann er kominn hingað, hann Grímur Atlason hjá Geðhjálp, vertu velkominn. Takk. Þú hefur áður en þetta mál kom upp, þá hefur þú svona stundu talað það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólki svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða. Eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leyst með betri hætti heldur en virðist að vera þessu tilviki? Já, þetta er auðvitað, það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því ég var ekki á staðnum, en svona það sem eru lesum það og svona heyrt í fréttum þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingur sem var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna. Þetta er margt þarna, við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn
þetta orð sem nota rafvendarvopn eða rafvendar eitthvað, varnarvopn. Það var nú ljóta njúspíkið. Þetta eru þetta allt saman kokteil sem erfiður og sérstaklega, og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar. Og það við erum hérna búin að gera 2 rannsóknir og erum búin að fara í gegnum það núna. Síðasti þátturinnar núna á þriðjudaginn hjá okkur, þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma. Og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum, á þess að fullyrða eitt að það samt þannig. Það eru bæði bara í samfélaginu og svona bara innan heilbrigðisstétta og þeirra sem eru að starfa með fólki sem í vanda, þá eru undirliggjandi fordómar. Þeir við vitum, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað, þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara, hann Arsenal-maður eða eitthvað svona skilur, eða hann vinstri maður. Nú endar mjög gaman að vera Arsenal-maður. Já, en það dregur ekki endur úr fordóman. Að það við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt. Eina leiðin til þess að uppræta þá að hitta annað fólk. Og rannsóknin í Frakklandi dæmi það, þar sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði, þar jókst svona hægri öfgahyggja. En þar sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði, þar dró úr henni. Og það ekki út af því að fólk eitthvað í eðli sínu slæmt, það bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk, þú sérð ekki fólk, og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum eða eitthvað, þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir. Það kannski það sem undirliggjandi í þessu öllu saman. Og getur verið stutt í að þeir eigi ekkert gott skilið? Já, það bara út hræddur, þú óttast og þú trúir og þú heldur. Það svo algengt að við búumst við einhverju. Þú veist, við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna dregur svolítið úr þessu. Það það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af, bara almennt. Ef að samfélagið að einangrast meira og meira, við erum hér ákveðin tegund, við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverjum staðar annar staðar, í einhverjum stofnunum einhverjir sem eru öðruvísi og það bara því miður. Við sjáum það í Reykjanesbæ að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu. Og þú veist, þetta orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi. Við heyrum það, við heyrum fréttir af einhverju en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki. Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ. Kannski næsta slagorð enga fleiri geðveika. Nei, og það Þá gæti verið ágætt leið að losna við þá að bara kveiki í þeim. Já, kannski ekki alveg þar. En svona þessi hugmynd, það samt. Við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur. Við höfum gennum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhvers staðar í burtu, einhvers staðar utan við alfara leið og það að því að þannig heldum við ættum að gera það og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari, heldur en að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað, þá að koma svona hugmyndir að stækka sambýlin og þegar skilur íbúðakjarnan og breyta þeim helst bara í sambýli og hafa, og jafnvel kannski betra að hafa þetta í Hvalfirðinum, heldur en að hafa þetta fyrir alfara, fyrir öllum sem börnum manna. Við erum bara Grensásvegi, við erum að tala um Samhjálp og þú veist, þar bara að tala að það var að venda börnin, þetta ekki heima íbúðabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðjudaginn að því að við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengslum með þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona ber að koma, hún náttúrulega lögreglan framvarðasveit og stendur sig að mjög mörgu leyti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst
á vettvang og er að sinna því og oft er það bara gert mjög vel. Hins vegar hafa komið upp nokkur atvik og bara á síðustu árum þar sem að við höfum komið og rætt við lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu, persónulega reynslu af því, meðal annars að vera nauðungarvistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta, allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmennta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta ekkert kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna. Þetta sé kannski, það er allavega þegar maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk er. Já. Nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur hellt yfir sig eldfimum vökva, ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfiman vökva, það er eins og, það leik ekki alveg fyrir hvers konar vökvi þetta hafi verið, en maður sér víða að ef það er eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur skvett yfir sig eldfimum vökva, ef það er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga, þá væri það að nota rafbyssu á einstaklingin. Hvað heldur það hafi verið svona, ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna, hvað heldur að hafi verið, hvað heldur að skýra þetta viðbragð? Ég hef enga forsendu til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar, þú veist, hvað gekk á þarna. Eina sem ég veit að ég var ekki hrifin af því þegar lögreglan svona rafbyssu væddist. Af því að það er svarið við vopnum, er ekki að kaupa fleiri vopn og þetta er allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko, og líka það að það er hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur þurft að nota vopn, þú veist, og akkur þurft að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er alveg, þetta er mikill straumur sem fer í gegnum líkamæðin og þú lamast skilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það er ekki kannski algengt en það er sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar af því en ég skil ekki þetta, ég bara skil það ekki og ég skil ekki, þú veist, hugmyndina að þetta sé, ef við séum einhverju bættari. Mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur þá var ég ekki þarna og veit ekkert hvað gekk á og hef ekki séð neitt það, við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum, þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en nú er það að minnsta kosti lögregluna að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel. Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni þarna og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögregluna að bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætlið ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum. Það er líka þetta sko sem að að því þú ert að tala um fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko að heyra þessu lýsingu. Aftur ætla ég að segja það sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að þú veist, þegar við hugsum samfélag að þá áttum okkur í hvað er samfélag og það er samkennd og það er að vera í samfélagi. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi, þú veist, þeirra með áslun á frelsi en ekki endilega kannski skildur og þú veist það allt saman. Ég held að þar liggi svolítið hundurinn grafin í stóru myndinni sko og nú er ég að skoða
ég var að skoða skýrslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann í dag af því að þessi skýrsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég hef nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn liggja ekkert fyrir. Þetta var rannsókn sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendir til þess, hún bara tölurnar sína það að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%. Eins og hvað? Kvíðaröskun. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist náttúrulega ekki alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin. Ádröskun, drengja og stúlkna, þunglindi, drengja og stúlkna, ADHD, drengja og stúlkna, einhverfu greiningar og þetta þú veist, þessi, þegar við horfum á þetta og meldum, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara hérna í, það við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis, frekar en að þetta sé bara líffræði, að maðurinn sé bara núna séu átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn, þú veist, við séum öll einhvern veginn út, þú veist, mikið hlut okkar. Ekki á neinu normi og við þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu. Ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt. Þetta samfélag, eins og við segjum, það lítill, við hugsum, viðskiptaráð áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku. Viðskiptaráð núna að fara að dæla bombu. Ég búin að sjá niðurstöðunar af því ég blaðamaður. Á morgun þá komaði með bombu öryrkja. Já. Og þar munu þeir segja, það eru allir aumingjar, það eru allir hættir að vinna. Það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar. En hvað sem það hvort sem að viðskiptar þetta er einn af þessum geðheilbrigðisvísum, því að 40% þeirra sem að fara á örorkubætur vegna geðrænna áskorana. Og viðskiptaráð bara með því að sína þetta þá viðskiptaráð bara að tala einhverja afleiðingar að einhverju. Hvers vegna við þarna? Hvers vegna eru konur sem eru pluss 50, réttumlega 50, akkur það svona hlutfall nýgengni örorku, akkur svona háþar? Hvers vegna? Það kannski út af því að samfélagsgerðin þannig að konur vinna hér 3 jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem launað fyrir og síðan svo skipulagning alls heils. Þetta þetta hluti sem má ekki segja lengur af því að það svo vók, en staðan samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar, eins og það kallað, hjá stúlkum, þá alveg líklegt að einhverjir af þeim þrói með sér alvarlegan vanda seinna meir, og fær ekki á vinnumarkaðinn. Og það ekki út af því að við þurfum einhver ráð frá viðskiptaráði með það, þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér. Velsældin snýst það, við förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alveg við þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf. Við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig að alast upp í þenni umhverfið, það ekki gott. Það bara á endanum að þá þróaru með þér einhvern vanda. Það allan okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að svo hjálpuðu fólki. Því að það ekki það sem við erum að gera heldur, Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti að þetta tiltekna mál hefur farið til eftirlitsnefndar með störfum lögreglu, en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendir til þess að það hafi verið rafbyssan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis, og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu, að hann myndi þá leyfa
þeim apparötum sem eiga að rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leið að vitnið sé bara í ruglinu sko. Það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu, það líka vitnið sko. Já, ég tek undir það. Ég held að sé sko, þetta miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum. Þú kannski dæmir heldur ekki þína lögregluþjóna, það ekkit góðu mórall, en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við, nema það sé líka alveg ljóst fyrir og kannski gerir það og þá kemur það í ljós, en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona, það ekki gott og það hefur áður verið gert líka, það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að hafa, og þú veist, það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður, aftur, þú ferð inn í aðstæður, það getur verið bara brjálað rugl í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist, ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður, en það breyti því ekki að það þú veist, það veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að vera þannig að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferð inn í flóknar aðstæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónn í gamla daga sem fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það. Já. Ég ekkert að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara, þú veist, nýr veruleiki og allt það. Ég hef ekki heyrt það á þessum manni. Hvað eru margir áratugir síðan? Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit, hann er látin. Hljómar eins og algjör snillingur? Já, hann var algjör snillingur, en það er samt þannig að, þú veist, umræðan, það líka það. Hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara það alltaf stórhættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins. Nei. Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að ýta þér endalust út í horn fyrir bara að þú farið ekki, það talar enginn við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlyf sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þetta allt sem hann brýtuði niður og hefur í sjálfsög kannski með þína geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það alveg aukaður í þeirri stöðu sem þú ert komin í. En aftur, það ekkert samhengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samhengi á milli þess að ef þú ert með geðrana vanda, að þá ertu 10 sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi heldur en hinn. Já. Og þetta staðreyndin en því miður að þegar þetta alltaf talað um þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þessi skrítin, pösmokrón. Og áhyggjuefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða. Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfuðsnillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig að það er ástæði fyrir því að það komin sérstaklega deildir, í Hollandi á Groningansvæðinu sem var inn að tala hollensku að þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna geðrænum toga og þá það meðhandlað öðruvísi þá kemur öðruvísi unit sem fer í það og það eru til geðambúlansar víða þegar svona aðstæður kom upp af því það oft þannig að það kannski einhver í geðrofi, það hringdi neðalínuna í einhverju partí, hér einhver í geðrofi eða eitthvað svoleiðis, það fyrir alltaf lögreglan með
og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona, það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi, þetta sé öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það eru útköll og svona, þá sér það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumæðurinn gerði af því það og ég veit að ég ætla ekki að alhafa með það eins og þá þetta fyrsta svona, ef að mildi og kærleikur það fyrsta sem mæti þér þá eru líkurnar á því að svar þitt verði árás minni, umtalsvert minni. Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbyssu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta hann tvisvar, var það ekki? Ég ætla ekki einu svona, ég bara get ekki sett minni í þetta því að maðurinn eins og hann var fyrst og fremst að hóta sjálfum sér, sko. Og umhverfið hans stafaði ekki hættu Nei, ekki í þessum kirkjugarði þarna. Nei, þessi dái fólk í kirkjugarði fyrst og fremst. Já, en sko þetta erfiðar aðstæður. Það bara erfitt að takast á við aðstæður. En hvaða fólk að takast á við það? Hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður? Hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum? Og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu. Þetta bara eins og, þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilurðu, og kapitalistin hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það svo mikilvægt að við, þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur, skilurðu, þetta þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla. Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á Fréttablaðinu þá, ætli þessi ekki svona 4 ár síðan. Að einn kollegi minn, ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð, þar sem að einhver geðfallaður, var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp símann, þessi blaðamaður, og myndaði atburðinn. Og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eyða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það. Og sko það sem lögreglan segir að hún sé að vernda einstaklingin að sko komi í veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinnum internetið, lifandi maður sem búin að kveiki sjálfum sér. Jú, hérna gott og vel, maður gæti skilið það, en það samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta hérna þetta ekki gott. Nei, þetta ekki gott og það þetta eins og ég sagði sko að þetta ekkert í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald, þessi nauðung og þessa þvingunar aðgerðið sem fólk sem með einhvers konar geðrænan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpar fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nauðungarvistað, vera fært til burtu af lögreglu og annað. Sem svakalega lífsreynsla. Já, og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ger það líka að þetta ofbeldi löglegt ofbeldi? Já, það nú ekki alveg endilega víst, sko. Við erum hér með Saminuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og við erum með fleira, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira. Já, það mjög oft flókið. Já, en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, þessi vafi, hann mjög loðinn oft á tíðum og það það sem að við, þú veist, þetta það of mikið af þessu í staðins að því að það skilningurinn, óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðrænum vanda fólks. Hún hefur fært okkur þetta. Það þessi öryggis, læknisfræðilega lyfja leið sem að
sem snýst þetta, en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma, hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú svona sem betur fyrir það út í heimi og hér fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi, farið að hugsa hluti, orsakir í staðins að vera endalaust að velta sig úr bara afleiðingum og reyna að skilja fólk, reyna að skilja hvaðan, hinn svokallaða rangkomið, hver hún? Hvað er hún að sýna? Og oft er hún ekki, hún að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski, raknar upp eitthvað sem að búið að vera að reyna að loka með þessum aðgerðum, sko. Mun Geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls? Já, við höfum að gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögregluna og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra, það var reyndar svo sem að nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmenntun því þeir þurfa að taka endurmenntun á nokkra árafresti sem bara gott og líka lögregluþjónar sem að læra til þess að verða lögregluþjónar og og ræddum þetta líka í samtöku við Neyðarlínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því, það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að ræða þetta því það er leiðin, sko. Það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski að hugsanlega koma í veg fyrir eitthvað sem að fara að gerast á morgun. Kæra þakki fyrir komuna, Grímur Atlason. Takk hérlega. Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana. Áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak, ekki vera langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Þá ætlum við næst að víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót, hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu 4 árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sæl og blessu, Lóa. Sæl og blessu. Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég fallið við grænu peysinu þinni. Takk fyrir. Á þessum hlýja og sólríka degi. Já, ég búin að jafna mig aðeins. Fyrir 3 dögum. Voru þessi orð skrifuð. Já, tapsár. Já, tapsár. Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstaklega útkomu úr Nei, ég var, já, sko já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook, ég vil bara eitthvað deila greinum. Já, reyna að selja bækur og eitthvað. Þetta er svona bara eitthvað sölu channel og benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem að En það tókstu þér smá pláss. Mér finnst það gott hjá þér. Þú kveiktir í mér. Þess vegna hafði ég sammáttið þig. Sko, það var einn maður sem svaraði ógeðslega leiðilega og ég bara
var að læra, sko, ég að fylgja tölvunar sérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir, sem að hljómar mjög skringilega, að maður eigi að blokka fólk sem að hate-watcha það sem þú setur á netið af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósamálað og fer að hata þig. Smá drastíst, en ég var í ykkurum ham. Þú veist í ham. En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fékkst við þessari færslu, þau hafa haft meiri áhrif á þig heldur en öll jákvæðu viðbröðin? Já, það gerist alltaf. Það gerist alltaf? Ég skil ekki þá efnafræði. Nei. Bara svo í gaggrín og þannig. Já. Situr alltaf í öllum. Já. Bara fólk sem ég tala við í leiklist og myndlist og rithöfundar, það bara þú getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi. Já. En fólk fer náttúrulega, ég vilt ekki út í listir af því að það er svo harðaskráp. Nei. En já, nei, ég veit, þetta fekk dálítið mikla dreifingu, sko. Kannski við vorum mörg sammála. Bara svo, sko, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar, bara hver einasta mannsk sem ég talaði við og ég var með á heilanum, að því ég átti erfitt með að ákveða mig. Og fólk í kringum mig sem nær, svona vinarófi mitt Viðreisn í sósíalista. Já. Mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og kynsegin fólk. Þannig að þetta já, frá Viðreisn yfir í sósíalista. Það voru allir bara vissi enginn hvað þetta kjósa. Nei. Mér leið eins. Já, og við vorum mörg sem ákvaðum okkur bara í kjörklefanum. Já. Já, þannig ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði einhvern veginn svo meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kosningu. Já. En kannski ekki búið að mókunni alla skurði þar. Nei, kannski ekki. Kannski þarf að svona aðeins að já. Og svo saman að fólk bara, þú veist, fram að næstu alþingiskosningum. Já, og svo líka bara að þetta útkvarfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn. Einmitt. Grafur. Já. Rosalegt, hverfi ykkur ennlega. En þú veist, ég ekkit eitthvað, þetta fólk vond, þú veist, og ég þekki mér segja einn á lista í sigurliðinu sem að er virkilega hlæjað mér núna, sem bara frábær náungi og við erum sammála margt, en það bara ég bara þannig innréttuð og alin þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra, þú veist, af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda allir fyrir þig. Og ég bara veit hvað þau að fara að gera við, þú veist, fyrsta sem þau að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt. Bara, já, þú veist, fólk sem alltaf hvert undan því að sé ekki stæðinir í bæ, það eru stæðinir í bæ og ódýrustu stæðin eru bílastæðahús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist og bara ég vinnir í bæ og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína. Ég hef aldrei ekki fundið stæði til dæmis. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir á? Nei, ekki sem Reykjavíkurborg á, en einkareknu stæðin eru dýr. Og og öll bara svona einkavæðing sem ég horfði upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling. Bara eins og vinnumansalið í ræstingageiranum og bara hvað heitir sendla fyrirtæki Volt, þú veist það sem bara verið að fara alveg hræðilega illa með fólk. Já, allt sem svona já, ég ekki, já. Þannig að þín trú eins og þú segir sjálf að við gerum góða hluti sameinlega. Já. Hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kosningum því að 100%. Því að það einstaklingshyggjan
sem að sigrar og það eru svolítið svona hinni sterku. Já. Og fólk sem eitthvað svona, við erum æðislegir rekstrar aðilar. Jú. Og ég bara mótið í að eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðardrifið. Það á bara að kosta, þurfum bara að borga skatta. Veist, já, ég var mjög ánægð með að hún Silja, bara algjör vonarstjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitíka en eitt þannig og var bara eitthvað vákvæmt gæðaleg manneskja. Ég gisti í grunnskóla, hún var að vinna í skóla við syni mínum og það var svona gistipartí. Og hún var í vinnunni og ég bara vákvæmt frábær manneskja og þetta er hún ógeðslega góð að vinna með unglingum og klára og skemmtilega og svo auðvitað þekkti ég foreldrarnar síðan og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá. Veist, maður sá bara einhvern veginn hana. Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn, hún Silja, hvernig hefði statusinn þá? Statusinn hefði eitthvað, ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur. Nei, tjók. Nei, ég er mitt ógeðslega ánægð að hún komst inn, æðislega ánægð að sanna sé, vinstri náði tveimur, já. Við getum sagt að vinstri hafa náð 3, bara samanlagt, sósíalistar og vinstri. Samfylkingin breytist ekki neitt þar, en samfylkingin, ég hefði eitthvað tilfinningun að þau séu hægri sinnaðri en ég hélt upphaflega. Já, það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni, hann Pétur Oddviti, var áður hjá Sjálfstæðisflokknum og hérna... Sko, ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans. Já. Þetta er geggjaður náungi. Hann er rosalega fínn og næs og þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu. Ég sammála þér. Mér finnst hann vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum. Já, ég fæ svona þessi gaur er ekki eitthvað, þú veist, hann er ekki greinilega bara eitthvað rígflokksbundin. Er bara til í þetta, hefur greinlega áhuga á borgarmálum. Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann. En hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona, ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu. Nei, en ég minna að þau eru öll sem eru svona öfgamiðja, þau sem eru miðja aðeins hægra megin. Frá samfylkingu yfir í Viðreisn. Það er meiri munur á þeim en ég var farin að sjá, mér fannst þess að þessi flokkar var að renna saman skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman. Mér er eins og þau séu alltaf með sömu málin, sko. Já. Við getum reyndar ekki ennþá útilokað að samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meirihluta. Það er ólíklegt, en við getum ekki útilokað það. Ef til dæmis það myndi, sko, kastast í kekki. Hvað var þar fyrstu 2 augljósu meirihluta kostina þá er ekki þetta útilokað að kombo samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins yrði nýr meirihluti. Þú ertu alveg fyrstu 2, ertu þá að segja þá er ég að tala annars vegar sko miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Finnst þér samt líklegt? Já, mér finnst það ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp með Viðreisn til Sjálfstæðismanna. Mér finnst það eiginlega líklegra. Já, þú myndi veðja á það. Já, ég myndi allavega að gera það. En það sem ég skil ekki er að því að sko lýðræðislegast með kosningarnar væri bara Sjálfstæðisflokkurinn, samfylkingin skilur við bara efstu 3 þetta er sem flest okkar völdum greinilega það væri lýðræðislegast að gera það þannig af því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa. Og þér myndi líða betur með meirihluta sem myndi vera balanseraður að einhverju leyti frá vinstri til hægri heldur en ef hann er bara til hægri. Já, kannski er það ekki auðvelt samstarf, ég veit það ekki. Ég hef aldrei setið borgarstjórnarfund. Ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta Heiðu
því að þannig bara gerist þetta. Já. Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin yrðu 2 turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin væru bara heppilið saman í 9 meirihluta. Já. Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað Sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig á loka sprettinum sko. Og Miðflokkurinn náttúrulega, hvað sem að manni finnst pólitík Miðflokksins, þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að Miðflokkurinn fær alveg gríðarlega sterka kosningu, ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út land og orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko. Ógeðslega sorglegt. Já, þið líst ekki á það. Nei, þú veist, þau ekki einu að hundaflauta lengur. Mér finnst það vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Þér finnst það? Já, ég bara, það sem þau leyfa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér og þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi og þú veist, já. Finnst þér að Miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til? Já, þarna overtón glugginn bara tegðist. Það er okkur þess vegna sem Samfylkingin virkar á mig sem hægri sinnaðara afl heldur en mér fannst það vera fyrir, þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthvað. Já, mér finnst, já, þau hafa einhvern veginn, mér finnst þetta bara svona, það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft, þú veist, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott. Af því að ég bara bæði það að hafa verið að gera að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og eitthvað svo leiðis. Þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógeðslega erfitt fyrir fólk að halda í sér að segja eitthvað hræðilegt einhvern veginn. Þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í fyrir fólk og já, og núna einhvern veginn já. Maður sér einmitt marga sigurvegara þá við fólk sem í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum guma sig að því að þeim hafi tekist að drepa vókið. Já. En finnst þér ekki skrítið að líta á það sem styrk að traðka á jaðarsettu fólki sem í svo miklu minnihluta. Mér finnst það bara aumingilegasta hegðun sem getur sýnt af þér að vera bara ég er sterkur. Þú veist, mér finnst það bara rosalega einhvern veginn á hvolfi bara að hugsunin. Þú veist, að því að sterkir sjá ekki, þú veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér, það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki að fara að hrella einhvern, þú veist, bara ég meina já. Þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar. Og það svo margt svo skrítið hefur mér fundist vera núna á síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarísk innflutt menningarstríð. Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem ekki endilega rétt að bera sig saman við. Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það? Ég myndi segja að vera aumingi sem sparkar í fólk. Já. En ég veit ekki, kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svona amerikaniseruð. Nei, einmitt. Við erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja já, skulum prófa þetta. Einmitt. Já, ég bara skil það ekki. Nei. Ég skil ekki hvernig það er bara einhver svona kostur, eða skilur eitthvað fólk sjá þetta sem bara svona valkost í bara ákvörðunum og já, ég skil það ekki. En ég, þú veist,
sko, ég hef ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna. Þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynhneigðra og transbarna, skilur við. Hún slær mig ekki alveg þannig. Það sem ég mest áhyggjur af hjá þeim er að þau bara elska einkavæðingu. Og eitthvað svona, þú veist, og ég er náttúrulega brend af, þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu, skilur. Ég er ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig. Nei. Þú veist, það sem er bara eitthvað ráðhús í Tjörninni. Sturluð ákvörðun. Og svona, eitthvað svona monument. Og bara eitthvað, já, og líka eitthvað svona, ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga, þá sá ég bara, það var bara slátuvélin var komin í gang. Sem er eitthvað svona, en það er allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm. Þú veist, það er búið fækka sem ekki í skordýrum að það er bara absúrt að vera eitthvað, við viljum að allt lítur þessu golfvöllur. Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist, talandi þessi almennu sameiginlegu gæði. Ég bara, mér finnst þetta svo heitlandi, skilur, og líka bara eins og bókasafnið er búið að, þú veist, taka á sig svo nýtt hlutverk og menn þá getur leigt fondupott, það er náttúrulega bara hver á að eiga fondupott. Þú veist, nefnum við sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanniska. Þess að þú getur farið bara og leigt hluti sem er betra að eiga sameiginlega. Og mér finnst þetta, já, mér finnst þetta eitthvað svo heillandi. Og hérna, mér líður svona eins og allt sem er gott á Íslandi hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameiginlegu. Þannig að ég bara hef alltaf trú á það, þannig að ég er ógeðslega hrædd að það verði, þú veist, selt meira. Já. Bara eins og, já, bankarunni líka. Ég, sko, var að útskrifa úr Listaháskólanum þegar að góðæri var bara á full swing og allir bara... Þóttirðu skrítin? Að vera í Listaháskólanum í öllu góðærinu? Sko, Listaháskólinn og listir og fjármálaheimurinn bara lúðaðist saman á þeim tíma, sko. Mér fannst þetta alveg, tengið óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim. Og einhver svona sturlupartí og allt í einu var allir að tala við barónessuna. Svona, við erum að fá vélslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algera firringu og hérna svona eitthvað, skiptir ekki neinu máli hvaðan peningandi koma bara og hérna, já, en ástæðan fyrir ég er ekki hérna í myndlist hérna þannig séð liðið sem meira á jáðurinnum myndarsögu gerð já, ég upplifði bara eins og að vera eitthvað brjálaði að fara í gang og hérna já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið. Fólk át gull. Það safnaði saman þess að éta gull. Já, og með því að éta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær. Við getum étið gull. Já, mér finnst lífsgæði kapphlaup. Éta gull því að þú kúkar gulli. Og það hefur sennilega verið það sem þeim fannst svona flott. Já. Að þau getur kúka gulli eina gullstund. Bara gleymdist að segja hann frá Mítasi, lesa dæmisögur Esops eða eitthvað fyrir þau. Já. Kannski, hérna... Já, lestuðu þær? Kannski, ég var bara eftir frá að barna var bæði, hérna... bækur sem voru að gera svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo voru einhverjir þættir í sjónvarpinu líka og hérna, kannski fenguð þetta fólk ekki að horfa á hérna RÚV og svo fenguð þau hérna ekki bókasafnskort eða eitthvað kannski ekki mistu af hérna það sem að var að vera að vara mann við gullinu. Það var þetta sem þú sagði með einkavæðinguna það er líka sko að sjálfstæðismenninir þeir eiga vini og vinirnir bíða
þeir nutta saman höndunum núna sko, af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum. Og það annað sem alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér, að þegar kemur einhverju svona einkavæðingar áformum, þá veit maður að þetta oft sko sérhagsmuna Þess vegna sagði ég pilsfaldakapitalistar sameinast öllum til hörmunga. Akkurat, sko. Af því að öryggisnetið sameignin og það alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök. Já. Fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara, svo þau einhvern veginn gripin. Mér veist svona... Og sko, mitt áhugjefni núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall. Já, og bara, það átti ekki að vera einræða. Jú, það átti reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá gestina til þess að blómstra. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir, segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtímabilið varir miðað við liðna kafla í okkar sögu. Skuggalegt við það að fjölmiðlun orðin svo veik. Já. Veikar en nokkuð sinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu miklu veikara. Það veikara heldur en bara nokkru sinni. Liggur mér við að segja. Mitt. Og það eitthvað sem að sem við þurfum að vera rosalega vel á verði, bara svona almenningur held ég, því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi. Finnst þið ekki skrítið hvað alltaf verið að saka RÚV að vera vinstri sinnað, en allir sem fara í pólitík úr RÚV alltaf á hægri kantinum. Ég skil ekki alveg hvaða della þetta Mér sko vinstra fólk saka RÚV að vera of hægri sinnað og hægra fólk saka RÚV að vera of vinstri sinnað. Og þegar að RÚV bara risast og rófa fólki og Jú, þetta mjög fyndið sko. Ég skil þetta ekki og líka bara alltaf RÚV af auglýsingamarkaði og ég bara ég vil hafa RÚV, ég vil hafa sterkt RÚV bara, þú veist mér finnst svo skrítið, mér finnst RÚV og blaðamennska og færsluhirðing og Færsluhirðing? Já. Hvað það? Það annað mál. Við, sko, ef að segjum að Rapid hefði búið að kaupa Valitor fyrir hrun, við hefðum verið í hræðilegu málum. Það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhirðing, að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu, eitthvað erlent ríki, eða skilur erlent fyrirtæki. Allir svona hlutir sem að þegar allt í góðu þá, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að það þú veist, það sem bjarga manni út einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðinn einhvern svo óslega stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar það verður að tala að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæðahúsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa kóparinn á veggjónum í orkuveitunni, ég ekki að segja það bókstaflega, þau svona allt sem hægt að henda út og græða á, þú veist þegar að, ég veit það ekki, mér finnst það svo pirrandi, finnst bara einhvern veginn ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú krakki? Nei, þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, ég sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona skil þetta ekki. Nei, þú ert félagslega þenkjandi. Já, og þó vilt félagslega lausnir. Já, og maður þarf bara einhvern veginn
þú veist, að geta umborið óþólandi nágranna sinn. Af því að það bara, þú veist, já. Ég er algjörlega sammála með Ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás. En þetta ekki vandi Ríkisútvarpsins. Þótt þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera með slags til vinstri eða hægri. Ég myndi segja að vandi Ríkisútvarpsins núna sé að fréttastofuna skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Meiri reynslu og það eins með Ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveðið far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og það sem að ég myndi vilja sjá gerast á Ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítísku tíma að það yrði aktíft tekin upp fyrri ráðningarstefnu væri hafnað sem það að þurfi bara að vera ung og sæt og allt það því að það er ástæði fyrir því að 60 Minutes meðalaldurinn þar er 80 ár hjá fréttaþörunum. En þetta nú bara svona fabulering. Já, reynsla hljómar eins og það sé dýrt eða skilurðu, fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni. Hagkvæmni, eitthvað svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan. Þú veist, hagkvæmt að allir séu reynslulausir? Bara nei, það er það bara alls ekki. Bara rosa dýrt fyrir samfélag. Og síðan sérðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg. Það var bara eitthvað, loksin, nei bara einhver sem við erum búin að treysta á ógeðslega lengi, einhver fast í lífinu, bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem var bara eitthvað, ég mismælti mig þegar loksins, ég var ekki að vinna þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og þetta væri svona eitt af 7. innsigl, nei, slægt dramatísk. En bara sjá hvað skiptir máli, það er ekki allir eitthvað, hann er eldri, skilurðu, þetta er ógeðslega skrítið að það þurfa eitthvað, ég er alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað, eins og í alls konar, mér finnst allt í lagi að fólk sé kannski ekki í 100 ára einhvers staðar en að þau geti fært sig það annað og reynsla nýtist það annar staðar og ég skil alveg að fólk þori ekki að færa sig af því að það er ógeðslega erfitt að vinna bara eins og konur eftir 50 það var mikið kvarta undan því þú veist það bara svona guð minn góður vill ekki ráða mig eins og að þú sést bara þú veist bara búin á því eða eitthvað. Ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara er engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu. Mitt. Þannig að Já, og líka bara eins og ég séð að fólk sem ég þekki sem hefur unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu og svona þar er ekkert eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhvers þar lengur en 4 ár síðan getur þú átt möguleikan á því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænu ráðherranefndin og eitthvað svona og svo átt ekki að vera þar lengur þú veist, átt ekki að þá getur þú farið eitthvað annað og held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá lokast skilur þá lokast þekking síður inni í hólfum það fænust á milli ég er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér En mér finnst þetta svo góð punktur hjá þér með rúfarana sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir sem velti ég fyrir mér þetta er alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur framsóknarmaður, hann er mjög sterkt búin að skilgreina sjálfa sig til hægri
Sigmar, Viðreisn, Björg, Viðreisn. Sigmar, Viðreisn, Björg, Jón Gnarr, semírúvari, en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum. Já, þetta svo áhugaverður punktur. Já. Ég hafði ekki pælt í þessu. En sko, ég samt, síðan, svo þetta náttúrulega bara miklu flóknara. Eins og með borgina núna, ég meina, besti flokkurinn var allir ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni. Nei. Mannum bara eftir að hafi fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valdatíð. Frændum verstir. Já, það var eitthvað svo leis. Og og ég veit ekki, þau skilgreindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri. Nei. Og ég man eftir að horta á það og verið bara, what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim, en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin, þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju þetta er bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhver staðar, þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta er svo mikið fjölmenningarsamfélag og svo mörg tungumál, þú veist, að það þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, það getur ekki eitthvað svona já þetta er bara svona, mér finnst þetta svo mikið aftenging fyrir utan Gerðuberga geggju menningarmiðstöð upp í Breiðholti á milli Hólan og Fellana. Og talandi geggjaða menningarmiðstöð, fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðdraganda þessar kosninga? Ekkert. Nei, bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt, sko. Ógeðslega skrítið. Þetta er orðið svolítið svona plebbismi, sko, sem ræður för. Og hann mun sennilega ekki minnka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borginni. Ég komin úr bara að vera brjáluð yfir í að vera bara ógeðslega forvitin. Bara hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel. Bara hvað ætla að finna? Hildur með 150 straxatriði sem að átt að bara leysa öll vandamál. Já, þú veist, eins og leikskólamál. Það vantar fólk og þú færðu þau ekki nema þú búir til betri aðstöðu og metir þeirra vinnuframlag, skilurðu, ekki bara eitthvað hei, getið þið ekki passað fyrir mig eitthvað svona en það tókast á í fólki, sko, margir sem ég hitti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýjum meirihluta og eftir 4 ár getum við þá bara bent á það, ok, þetta breyttist, núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sem sagt, það ferðalag. Margir segja þetta, að þeir bara vilja sjá það, en svo segja þeir, en samt að velta náttúrulega á því hver mikil skaði yrði á þessum 4 árum og svo ég fari aftur í statusinn þinn, sko já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem verði selt og það geti náttúrulega orðið mjög dýrt. Það er svo skammsýnt og það er ekki hagkvæmt í mínum huga. Nei. Að hugsa þetta alltaf, veist, bara veist, ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá ættum við ekki heiðumörk, það væri ekki sundlegar væri ekki svona geggju bókasöfn. Það væri bara ógeðslega leiðelt að búa og finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera að mála þakið sitt og fara í sinn eigin heita pott. Það langar ekki alla að búa þannig. Hentar ekki öllum að vera húseigandi. Nei, einmitt. Ferð þú í sund til að hitta fólk? Já. Bara blanda geði. Sko, ég var með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félagskap í sundleginu sem er í mínu hverfi. Færðu hugmyndir og svona feedback og já, bara mér, sko líða eins og ég búi í samfélagi og það sé þá bara þeim mun fleira fólk sé hitt og tala við, þeim mun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna,
ég væri ekkert eitthvað, þú veist, fólk þrívítt. Þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameiginlegt með einhverjum eða eitthvað svona. En já. En segð mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú, sko, við höfum aðeins imprað á þessu, en svona, leið okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu 4 árin. Það bara Miðflokkurinn fyrir inn. Já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa jaðarsettu hópa eins og samkynhneigða og lita fólk og eitthvað svoleiðis? Bara svona eins og Miðflokkurinn búin að tala, þú veist, það truflaði óslega mikið, búa fánar. Þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa svolítið hvolf og svo veit ég ekki hvort það sé að þau trúi þessu eða þau sé bara að reyna að manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara eitthvað svona einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum. Ég bara skilið ekki. Þú veist, hvernig káfar það upp á fullorðið fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau. Bara, ég skilið það ekki. Mér finnst það mikið búlíismi. Og þau einhvern veginn að snúi sig á hvolf og segja að það sé verið að búlía þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú veist. Og það finnst mér vera svo sjúkt. Það er sérstök aðferð. Já, og það er bara svona narsisistar hegða sig þannig, fólk sem eru, þú veist, óheðalegt við sig og sína presti, skilurðu. Það er ekki, eins og ég sagði á þann, veist, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk. Þú veist, það er ekki eitthvað sem getur bara kýlt þig og búlja minnumáttar, skilur. Það er ekki styrkleiki. Það er bara gamaldags pæling styrkleika. Bara eitthvað, 60 tíma vakt, blæs ekki nös, eitthvað svona. Þú veist, þú útilegur svo marga. Ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag. Og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnboga fánamálið ógeðsla illa og er eitthvað, gerum 17. júní að stærri degi, bara hvar að ykkur, þú veist, 17. júní ætti by the way að vera hverfahátíð og það er svona litlar hverfahátíðir, ég væri til í það. Þetta er orðin alveg ónýtt hátíðir. Og þetta er bara eitthvað svona seinni tíð. Já, og gleðigangan þá er tekið yfir bæinn og það er svona tákgrænt, þú veist, bara já, og þú veist, það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist, auðvitað þekkir transmannesku og bara þú veist, þetta er svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum. Þannig að ég og fólk, sko bara, fólk er almennt stolt af því að vera þannig samfélag. Já. Og vera þannig að þú veist, mér ástu að vera rosalega mislestur á samfélaginu. Já. Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri, mér ástu bara glatað. Ég skil hvað þau. En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og gera grín. Ég þekki nú ekki verkiðin til hins ítrasta en áttu vona því að bækurna þínar muni breytast eitthvað. Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið. Þú veist að því að bara tímandi breytast. Já. Og mennið með og já, og ég verð fullorðin og ég rek mig á eitthvað sem ég vissi ekki. Og já, ég meina, það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið og er reyndar alltaf að syngja sama lagið en það er öðruvísi með tónleika, þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt. Þetta er smá balans. Já,
en þú veist, mér líður, ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir 2 árum og finnst það astnalegt og sé hvað ég hefði mátt gera betur, þá líður mér eins og ég sé að læra og þróast og þá líður mér betur. Þú veist, ég til dæmis, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, eins og munurinn að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan, þá, þú veist, þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég hélt að þannig væri grín best eitthvað og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og og einhverju svona ógeðslega hversdagslegu gríni og og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir en ég kenni eldra sjálfi það. Ég hélt líka ég væri rétti að ég væri með undirhauku eða eitthvað og það var ekki dugað. Nei, en bara svona maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og og að öllum finnst fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar. Kannski bara mjög sorglegar. Já, og ég sé bara ógeðslega óþolandi meðaldra vinstrikona sem er bara eitthvað. Og ég var bara sagt með það það væri hræðilega örlög að vera að þóknast öllum. Og ég held að það sé bara ávísun á eitthvað leiðandi. En þú vilt að segja hjá þér þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að er í gangi á hverjum tíma. Já, ég er að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist eins og statusinn ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og er brjálið yfir einhverju, eins og til dæmis kosningaúrslitum, ég er það nú eiginlega alltaf þá þá á ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá verður þetta að vera bara 5 blaða sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég er að hugsa þannig ég er alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var þannig sko af því ég til dæmis eina ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði í fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því af því að þá var ég eitthvað svona og mér finnst nefnilega ógeðslega fyndið með Facebook og fólk eitthvað, hvernig getur fengið svo margar hugmyndir bara, þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilurðu og að því að fer úslega mikil orka og sköpun í að skrifa eitthvað á interneti og líka til að við fólk sem að hatar aðra væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að því þú getur ekki útrás á hans að skemma og og það sem að getur bara ég mæli með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur. Já, það er mjög góða punktur hjá það með tíman og orkuna sem fer í þennan vindmyllu bardaga að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það er hægt að skrifa bækur, það er hægt að mála myndir semja tónverk í tugum ef fólk ætla sér að setja tíman í það frekar en hitt en samt er það nú þú ert hér vegna þess að þú bjóst til þessa litlu ferslu Já, þetta er náttúrulega ég veit það er alltaf margt í mörgu og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki
að vinna við það sem ég er að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti. Ég fengi alls konar tækifæri í gegnum því að hanga á netinu. Já. En ef þetta er á kostnað þess að hitta fólk, ég myndi bara ekki fara í sund og spjalla við nágranna mína og væri bara eitthvað á netinu, þá líka fær maður svona öðruvísi hugmyndir samfélagið. Bara að eins og til dæmis já, að því þá ertu einhvern veginn aftengdari því og eins og bara ég hef þekkt fólk sem hefur búið í öðrum bæjum og sem hafa haldið að miðbæri Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli og finnst þessu óþælt að fara á eitthvað svo leiðis út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fer illa þá færðu smá svona ranghugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem er frekar góðar típur sko og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma það mikla ég ógeðslega fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér þannig að litla hotnið sem ég er að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole Jón Nesbø bókum skiluru ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega fréttir frá Oslo þá myndi ég aldrei þora að fara til Oslo þegar að bara það búið börn í Oslo það er bara fullt af fólki að spóka sig og drekka shake og þú færð svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það er það sem ég slemt við þessu samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan og líka bara svo bara sýnt sig að flest öfgafólk bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem maður bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn já, sem minnum á sástu fréttina á RÚV þar sem við varum að tala um unglingana sem voru að drepa fólk í Moskvu þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag þá hefði þetta verið kallið hryðjuverk ekki eitthvað unglinga það var svona eins og mér þess að það verið búið smætta það ég bara mér finnst RÚV mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki af því að það er svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horfst í augu við það ekki það er bara undirliggjandi það er bara búið að vera að halda þessu að okkur bara 11. september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt sérstaklega menna ákveðnum aldrei frá ákveðnum svæði það er bara fólk er ekkit ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvisst gegn því af því að annars ert alltaf bara þú veist sem sturlað og svo bara eitthvað þetta er bara fínn ági þú veist, já, þetta eru margar milljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað, skilurðu mér finnst eins og, já minnst, sorry, ég bara fer úr eini annað ég fór bara að hugsa þetta á þetta ekki bara nákvæmlega að vera þannig spjall já, ég fór að hugsa að við vorum að tala um RÚV og svo vorum við að tala um mikilvægi frétta og svo hatur og eitthvað þannig að já, það bara myndi ég alltaf inn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að gáðuðustu Facebook-vinum mínum Ingólfi já, Gíslason já, ok, með smá lektor upp í háskóla ég var svo hrædd að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnalóku hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá er ég bara já, þú veist ég tek ekkert alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem er vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega en
en það er alveg það sem þú veist að segja áðan með aðhaldið og fjölmiðlana og þú veist, það er náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum núna. Og það hefur bara gengið mjög vel. Það hefur gengið mjög vel. Þú veist, spurningin í kosningasjónvarpinu hvaða styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki, bara eitthvað Helgi Seljan niður við Tjörn eða eitthvað, af því að þú veist, pældi í árásunum og þú veist, bara að það sé bara eitthvað, já, þýðir reyndar þau hafi verið á réttum slóðum. Þú veist, ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stórfyrirtæki, þá ertu á réttri leið, en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi. En ég bara dáist að fólki sem að þú er að segja satt, sérstaklega á svona lítilli eyju, og svona miklu hagsmuna, þú veist, gúllassi Já, djöflega er nú ekkit gríni ef hún ákveður að útskúfa þér. En sko... En pabbi minn, hann segir að því ég fæ alltaf eitthvað sem heimi versnandi fer, tilfinningu. Hann er búin að alltaf vera að fylgjast með og vera vinstrimaður þegar að það var bara erfitt að vera vinstrisinnaður á Íslandi. Og hann, og ég er alltaf að spyrja hann eitthvað svona, hvernig upplifir þú þetta? Er þetta hræðilegt? Þeir voru náttúrulega hundeltir bara. Óvinni ríkisins. Fólk á listum og vera að hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever. Ertu búin að lesa Óvinni ríkisins eftir Guðna forseta fyrrum? Nei. Nei, þú skalt gera það. Þá fer maður einsýn í innan heim. Hvernig þau voru hundelt? Já, ég bara heyrti þetta í gegnum, þú veist, fólk sem ég kringum mig. Pabbi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna. Já, ég held sér rétt hjá pappaðin. Og ég var óslega fegin að heyra það af því að ég er alltaf svo hrædd að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis. Og svo bara eitthvað, þá var það drifið tilbaka. En það er samt gott að minna sig á að þetta er ekki línulegt. Þetta mun vera svona reipitók og mannréttindi barða, það er ekki ekkert sofna í henni. En fékkstu svona smá aðkenningu að Íslands óþóli eftir úrslitakosningana eins og sumir tala að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og erum við að tala Kaupmannahöfn, London en ég ekki akkurat núna, ég hef oft verið þannig en ég bara er eiginlega búin að sætta mig við að ég er með svona teygju naflastreng sem er bara fastur við þessa eyju og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst ég tilbaka og og mér finnst líka bara það er bara svo mikið skemmtileg fólki og ég á óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska það er bara eitthvað svona hugarástand sem er algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og bara svona bara skemmtilegt rugl og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú fer austur fyrir fjall og mosin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast það hamingju, mér finnst þetta svo ógeðslega ég veit það ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til Og þú sagði mér áður að þú settist þarna á Rauðaborðið að maí væri þinn mánuður. Já, maí er bara besti mánuðurinn. Þetta er bara svona þorlagsmessa og þetta er ekki þar sem þú helstu að fá jólagjöf heldur tillögnir að mögulega sérstu að fara að fá eitthvað æðislegt í jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en spennan og þetta er sko, þetta er júni er bara eitthvað grín og þetta er bara gleyma júni bara 30 dagar að þorlagsmessu þú myndir lýsa maí þannig 31 Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta Nei, bara mjög gott mál
Ég er bara svo meðvituð að það sé 31 dagar í maí. Mér finnst það áhugaverðast hvað það var sem var ströng. Já, nei, að ég fór alltaf í sauðburð þegar ég var lítil. Þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minnar sem var 31. maí. Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig. Þannig að ég get bara ekki gefið þetta afslátt. Nei. Ég skil. En ég náttúrulega tengi mjög við margt af því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflaðinni. Það er bara erfitt að sleppa hendina að því sko. Já. Ég hef líka gert eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það. Verið í einhverjum furðulegum löndum, bæði Sviss og Wales og eitthvað svona, einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt ekki mikið í. Sviss er bara, ég fæ innurlokunum kendi ef ég hugsa að flytja ángað. Það er, ef þú ert ekki við sjó, þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera. Já, ég var enda við vatn, Genfarvatnið. Já, ég geti það mögulega. Kannski kom það á einhverju leyti í staðan fyrir þetta sem þú vart að segja, sko. Jú, fólki hérna er frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta er fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mér finnst það samt sko það sem mér finnst enn erfiðar að vera án það er þetta ómanngerða. Það er birtan, það eru öfgarnar, það er lyktin, það eru litirnir, það er veðrið, fuglahljóðin, allar þessar ástíðir, ég held að séu fleiri en 4, ég held að séu 40. Og bara eitthvað Já, einhver svona mýrarauði. Já. Bara ég er algjör. Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það er móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar. Þetta er svo mikill fjölbreytileiki sem felst í því. Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Hvað mennur á? Það er hérna ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafn á fólki. Kristínu Gunnlaugs. Þú tala Píku Kristínu? Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir. Ég þarf alveg að googla þetta. Við getum gert það bara hér. Alltaf vista þetta. Kjarvalsstað er núna, það er ég meðst alveg svo aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að það er ógeðslega erfitt. Já. Það er sko Guðrún Kristjánsdóttir. Já, Jesus. Kristín Guðrún Jónsdóttir, tjók. Nei, þetta hlóðs maður saman. Já, þetta er æðislisýning. Býtu, er þetta mamma Oddnýjar Eyrar? Já, kona, gott ef ekki. Er þetta kona Ævar Skjartanssonar útvarpsmanns? Er þetta það? Ég bara hendi einhver út í loftið. Já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar, en þetta er alveg, ég fór alltaf að hugsa þetta bara út af, hún er mjög mikið að hugsa náttúru. Þetta er hún, ég sé það. Já, það er bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum. Út frá þessum pælingum? Já, af því það er erfitt að fanga þetta í list. Já. Og svo bara, já. En ég man ekki hvað ég ætla að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar við vorum að tala Það líka voru svo heitt hérna inni og þú út í grænu peysunni soðbólustúdíu og þeirra refsaðir alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi hvað er við bara lengi að tala saman hérna? Já, ég þarf að mæta. Já, þú átt að vera að mæta Ég var að mæta Anna. Ég veit það. Oh my god, ég var að segja það. En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræða, hún var hálfklárið? Heldur þú nára að klára þetta? Sem er langaði að segja? Listina og hvernig hún næði utanum þetta? Já, ég er sko bara hálfkláraða vísur, er bara mínar ær og kýr. Ég það er alltaf að segja mig klára setningarnar, af því að ég bara, þú veist, sérstaklega líka þegar að birtan er komin og maður verður bara svona, langa bara eitthvað að spæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða á milli þúfna eða eitthvað ég er svona að reyna að koma hlutum í verk á þess að ganga göflunum já ég nei, man ekkert hvað það var ég bara hausinn á mér að komin í
En hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja? Hún fæði til þess að hugsa náttúru sem þú þekkir úslega vel á annan hátt. Á annan hátt. En þannig að þú færði eitthvað svona já. En þetta ekki eitthvað klísjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna en það fer eitthvað annað plan. Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingum. Verður það góðið. En af því að fólkið þitt býður eftir þér. Ég að fara Heklunámskeið. Já, ekki viljum við taka það að þér. Nei. Ertu mikil handavinnu kona? Alls ekki. Nei. Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning. Svona öllu. Já. Yfirleitt, af því að ég dauðhrædd að fá senaskeiðabólgu. Já. Þannig ég eitthvað svona ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það er svo skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafenninu og ógeðslega skemmtileg kona og þannig ég skráði maður námskeið og að fara að mæta seint bara gangið vel með Heklu, kæra þakkir takk fyrir að bjóða mér fyrir komin á rauðaborðinu Ég held að ég myndi vera bara Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég meina, það er statusinn nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd Nei, það er góða við mitt jobb Er það að, maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns og svo býður maður fólki að koma en maður veit aldrei hvað gerist Nei. Og það er það sem er svo skemmtilegt Og ef maður er búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þátturinn svo vondur þá verður samtalið svo styrt og þú eru svo stressar, tala við manneski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu bara, hvert er hún að fara með þetta? Ég hef einu sinni áður fengið í þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur og þú hefur svo sannlega ekki valdið mér vonbrigðum og ég veist sem að hlustendur og áhörfundur eru á sömu línu Já, ég ætla að skemmti mér konunglega mjög gaman að tala við þig Sömuleiðis, svona afgreitu við Ara Edvald og Hildi Ég þarf að hitta hann, ná hann með mitt band Kæra þakki fyrir komuna Takk fyrir Og við höldum áfram hér með hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki fara langt Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reyndar staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbröðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg. Það sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann út í að hann var að lækna sig af fjórðastigs krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu? Já, ég hér. Það fyrir vel þig þarna? Alveg ljómandi, já, takk fyrir það. Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröð sem þú fékkst við viðtalinu? Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst það vera bara ótrúlega fallegt. Hvað var það svona sem kom mest við þig? Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynnst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka fekk ég heyra fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra og það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróðir hans, John Óli sem þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi, dæmdur og útskúfaður
bara þjóðinni, þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku, út í vini, ættingja, foreldra, eða mömmans og já, þetta verður örugglega erfitt. Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta? Já, fólk þakkaði mér undantekningarlaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að einhver sagði þetta bara hreint út og væri með sannleikann upp á borðinu hvernig þetta var og ég er náttúrulega ekki með nema brot á honum því ég þekki ekki nema brot á honum. En þarna voru aðilar sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd sem eftir, ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri, ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu, þetta mál var mesta réttarmorð Íslandssögunnar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikann fram. Nú ert þú með áskorun til Valtýrs í þessu viðtali, þar sem þú bara óskar eftir því að hann stigi fram og svari fyrir sig eða fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilaboð úr þeirri átt? Það er eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nær honum sem ég hef nokkuð sinni gert, þá hefur hann komið fram og hann hefur ekkert alltaf haft sannleikann þar uppi við og ég vildi gjarnan ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ásdís. Sitja bara beint á móti honum, ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en ég bara mun láta, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu. Hvernig líst þér það? Ég er til hvenær sem er og ég var nú aðeins að velta því fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að þetta var auðvitað, það eru margir þar sem koma við sögu, heyrir eitthvað úr þeirra átt? Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrist ekki. Það er eins og að mjög skrítið, systkini hans og allir sem honum tengjast, eiginkonu megin líka, hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá A til Ö, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókina nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur enginn þar úr þeirra átt sig, halló, húrra, búið að finna hvað varð pappa eða frænda eða hvað það er, rannsökum þetta. Það kemur enginn fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki? Jú. Af hverju skyldi það vera? Hvernig túlkar þú það? Ég held að það fólk viti sannleikann og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndarmáli í 50 eitthvað ár. Og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og tala nú ekki þegar það eru nokkrir í hóp sem hafa sameinast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leigu. Það er einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara að hilma yfir morð. Þetta er eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samviskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Hefur einhverju hugmynd hvað er að gerast þarna úti og þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarpsþáttunum og hlýtur að þurfa að setja þig inn í þær aðstæður? Já, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu persónu, þriðju persónu útgáfu af hvað er að gerast. Og ég líka veit að bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum, í þessu leikriti sem er yfir Hilming Geirfinnsmálsins, að þegar hlutir fara í fjölmiðla, þegar eitthvað er upp á yfirborðinu, þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem er að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu, ég heyri sagt það, já, sú manneskja leit nú ekki vel út núna, skildi að vera það sem er í fréttum. Þetta sést á fólkinu líka. Það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu, hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valtýrs rannsóknin dularfullu mannaferðirnar, spíraftáttinn og leynifundinn og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst. Að
þegar að fólk fær allt í einu, áminning það, djúpt í sálina, fjölmiðlar fjalla málið, þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að, ég hef heyrt nokkuð svoleiðis tilfelli, sko. Svo náttúrulega fólk sem hefur bara gersamlega valið að fela sig, eins og elskuginn. Hann bara út í heimi og lætur engan ná í sig. Vá, þetta ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar. Ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra máli sem tengist þínu lífi, þetta 4 stigs krabbamenn sem þú ert laus við. Ég ætla að láta það bíða. Mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili, Jón, og bara góða kveðju til þín, til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram. Takk fyrir það, já. Bless. Sjáumst. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunarbauk samstöðarinnar. Þið getið gert styrktaraðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur á mánuði getur þú sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flís í samstöðinni. En með rauðaborðið kveður að sinni, við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekkta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona af alléttasta skeiði til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.